Komið sæl. Í dag ætlum við að ræða grunnatriði í líffræði hunangsbýflugna. Talið er að til séu 20.000 tegundir býflugna í heiminum í dag. Langflestar býflugur lifa stakar og lifa ekki í samfélögum eins og hunangsbýflugur. Aðeins lítill hluti býflugna, innan 5%, mynda samfélög. Það eru tegundir eins og til dæmis hunangsbýflugur sem eru kallaðar apis og humlur sem eru bombus og stinglausar býflugur sem eru af stofninum Meliponidae. Ættkvíslin apis sem eru hunangsbýflugur inniheldur aðeins 8 til 12 tegundir en Apis mellifera er langþekktust og sú sem menn halda í býflugnabúum. Á Íslandi eru engin hunangsbýflugustofn sem lifir hér villtur. Hunangsbýflugan Apis mellifera er innflutt og haldin af mannfólki. Humlur eru ekki býflugur í þrengsta skilningi hunangsframleiðslu. Apis mellifera er latneska heitið sem þýðir býflugan sem ber hunang. Hún er eina býflugan sem safnar svo miklu hunangi að fólk getur uppskorið það í magni og nýtt sem fæðu. Líkami hunangsbýflugu er gerður úr 3 meginhlutum sem eru höfuð, brjósthol eða miðbúkur og svo kviðarhol. Höfuðið hefur helstu skynfæri býflugunar. Á höfðinu eru fálmarar til að greina feromón sem líka er kallað lyktarhormón. Þar er líka tunga sem er notuð til að smakka og greina mismunandi hluti. Býflugan hefur 2 stór augu sem hún sér með og þar að auki eru 3 minni augu efst á höfðinu sem fanga ljós og þær nota til að rata á flugi. Brjóstholið er miðhluti líkamans. Þar eru flestir vöðvar sem sjá hreyfingu býflugunar. Brjóstholið hefur 2 pör af vængjum sem eru festir saman með litlum krókum þegar þær fljúga og 3 pör af fótum sem þær nota til að ganga en einnig til að safna frjókornum. Og svo í 3. hluta líkamans er kviðarholið sem inniheldur meltingarfærin og undir kviðnum eru kirtlar sem gerir þeim kleift að framleiða vax. Þernurnar og drottningin hafa sting aftast á kviðarholinu. Stingur þernunar hefur gadda sem festast í stungusárinu ef að þær stinga spendýr. Stingurinn festist í sárinu og rifna síðan af býflugunni ásamt eiturseknum og hluta líffæranna. Þernan deyr eftir það. Stingur drottningarinnar hefur enga gadda og hún getur því stungið oft án þess að stingurinn rifni af. Drónar sem eru karlflugur hafa engan eiturbrott og geta því ekki stungið. Býflugurnar búa og vinna saman að bættum hag og öryggi búsins og skipta verkum á milli sín, þannig að hver býfluga er mjög sérhæfð. Þær skipta störf eftir aldri og þroska líffæra sinna. Það er drottning sem sér æxlunina ásamt drónum, en þernurnar gera í grundvallaratriðum allt annað. Einstaklingarnir, það er drottningin, þernurnar og drónarnir, geta ekki lifað af hver fyrir sig. Þær þurfa að búa í samfélagi til að starfa og lifa af. Drottningin hefur ílangan kvið. Hún er mjög ólík þernunum í búinu. Kvendýrin vinna öll verkin fyrir drottninguna og önnur störf í búinu. Hennar hátign, drottningin, er hér í miðjunni ásamt hópi þerna. Hvert bú mun oftast hafa eina drottningu, hún verður móðir allra býflugnanna í búinu. Hún er svo eina sem mun verpa eggjónum þegar búið er heilbrigt og starfar rétt. Drottningin er lengri en hinar býflugurnar. Hún hefur glansandi og breiðara brjósthol en þernurnar. Búið mun hafa á bilinu 5.000 til 50.000 býflugur en sjaldan fleiri en 60.000. Hér er mynd af drottningu og með henni eru þernur. Þernur eru miklu minni sem gerir það auðveldara að finna drottninguna meðal þúsunda þerna sem eru í búinu. Og svo á ákveðnum tímum ársins fæðast drónar sem eru karldýrin í búinu og þeir verða frá 5 til 15% af heildarfjöldanum í búinu. Drónarnir hafa kúlulaga kvið og eru stórir og fyrirferðamiklir. Þeir gefa líka frá sér sterkara og dýpra hljóð þegar þeir fljúga Það hljómar eins og humla eða þyrla og þeim er oft ruglað saman við drottningar þegar þeir eru í búinu. Oftast eru drottningarnar merktar svo að auðveldara sé að finna þær. Hver litur sem er notaður
vísar til þess árs sem hún skreið úr púpu. Hvítur litur vísar til árs sem endar á 1 og 6. Síðan koma gulur, rauður, grænn og blár sem auðvelt að muna. Tölurnar eru því frá hvítu. 1, 2, 3, 4, 5. Svo kemur næsta lína þar sem tölur enda á 6, 7, 8, 9 og 0. Drottningin verður kynþroska þegar hún 5 til 6 daga gömul. Hún fer úr býflugnabúinu og parar sig við alltaf 20 dróna en að meðaltali 12 til 15 dróna. Það þýðir að hún geymir allt sæði í líkama sínum til að framleiða kvendýr. Þegar hún frjókar eggin, þá frjókast eggið með erfðaefni föður og öll frjókuðu eggin verða að kvenkyns býflugum, hvort sem það eru þernur eða drottningar. Og ef eggið frjókast ekki, þá verður það að karlflugu. Í raun munu kvenkyns býflugurnar hafa tvöfalt erfðaefni, tvöfalda litninga og drónarnir hafa aðeins 1 sett. Það eru erfðafræðilegir þættir, þar á meðal lífeðlisfræðilegt ástand drottningarinnar, gæði og magn fæðunnar sem henni gefið, stærð eggjastokka hennar og hvernig mökun tókst. Þetta eru allt þættir sem hafa áhrif á hversu mörgum eggjum drottning getur verpt. Fjöldi eggja sem drottningin verpir á ákveðnum tíma fer eftir fjölda fósturbýflugna, hitastigi á varpsvæðinu og magni fersks nektar og frjókorna sem berst inn í búið. Það það sem að lokum mun ákvarða hversu mörg egg drottning verpir á hverjum degi. Við skulum skoða uppbyggingu æxlunarkerfis drottningarinnar. Þessir 2 stóru perulaga strúktúrar eru eggjastokkar hennar. Eggjastokkarnir eru gerðir úr röð af pípum. Það geta verið allt frá 130 til 186 eggpípur á hvorum hluta eggjastokks. Þar munar miklu og það hefur mikið að gera með erfðafræði hennar og næringu á meðan þroska drottningalirfunnar stendur yfir. Það gætu líka verið aðrir þættir, en þetta eru 2 af þeim helstu. Þyngstu og stærstu drottningarnar eru með stærstu eggjastokkana og flestar eggpípur. Drottningin hefur marga kirtla á líkama sínum sem gefa frá sér mismunandi efnaboð, ferómon. Þessi ferómon senda skilaboð sem eru merki að drottningin sé í búinu, að hún sé heilbrigð og að hún verpi rétt, að hún sé vel pöruð svo að allt verði í lagi fyrir búið. Ferómon drottningarinnar munu laða að þernur til að annast hana. Þessi ferómon verða notuð þegar býflugnabúið býr til sverm og rúmlega helmingur býflugnanna ákveður að leita sér að nýju heimili. Þegar svermurinn flýgur út, dvelur hann stuttastund í námunda við búið og allar býflugurnar safnast saman í kringum drottninguna. Lykt hennar laðar einnig að karldýrin þegar kemur að mökun á fyrri hluta ævinnar. Það gerist í raun innan nokkura daga frá fæðingu hennar, en veður getur tafið mökunarflugið og jafnvel orsaka það að unga drottningin þurfa að fara aftur í mökunarflug. Þernur sem hafa aldrei parast geta þróað með sér æxlunarfæri og byrjað að verpa eggjum, en þau verða ekki lífvænleg fyrir búið. Þernan geymir ekki sæði svo að eggin verða öll að karlflugum því þau hafa aldrei frjókast. Á meðan drottning í búinu orsaka ferómon frá henni að þernur þróa ekki æxlunarfæri. En ef að hún deyr geta þernurnar farið að verpa og þá munu öll afkvæmi þernunar verða að drónum og búið mun að lokum lognast út af. Þernurnar eru kvenkyns býflugurnar og eru langflestu býflugurnar í búinu. Líkami þeirra gerður til að safna frjókornum og nektar. Hér býfluga með frjókornakúlu á báðum afturfótum. Hún mjög loðin svo að þegar hún lendir á blómum mun jákvæð rafleiðsla þernunar orsaka að frjókornin sem mínuslaðin dragast að henni. Hún ýtir þeim niður á afturfæturna og pakkar frjóinu saman í kúlur sem hún mun fljúga með heim í býflugnabúið til að fæða ungviðið. Á meðal þernanna verkaskipting. Þernur vinna mismunandi störf á mismunandi tímum. Leið og þerna skríður úr púpu mun hún byrja að þrífa hólfið sem hún kom úr og hólfin í kringum sig. Síðan mun hún hægt og rólega þróast í að verða fósturbí þar sem hún mun fóðra ungviðið og annast drottninguna. Næst mun hún þróast í vaxþernu þar sem vaxkirtlar hennar undir kviðnum munu byrja að framleiða vax. Hún fer í að byggja vaxkökur með vaxhólfum
sem býflugurnar ala í ungviði og nota sem fóðurgeymslur. Þær loka púpuhólfum þar sem lirfan umbreytist í fullskapaða býflugu. Á ákveðnum aldri munu þær fara í að taka á móti blómasafa og frjói sem sóknarflugurnar færa heim í búið. Þær setja blómasafa í hólfin og þær pakka frjókornunum í önnur hólf. Næsta hlutverk þernunar er að sjá hitastýringu. Þá mun hún starfa nær inngangi búsins og hún mun hjálpa til við loftræstingu þegar það er heitt eða varðveita hita þegar það er kalt. Síðasta hlutverk þernu sem húsflugu er að verða varðfluga. Þá er hún komin með þróaðan eitursekk og harðan brott og hún mun verja búið gegn óvelkomnum gestum. Seinustu 2 vikur ævinnar mun hún fara út úr býflugnabúinu og leita að frjókornum, blómasafa, trjákvoðu og vatni. Þróun býflugunar frá eggi til fullskapaðrar býflugu tekur 21 dag. Hún er egg í 3 daga, lirfa í það bil 5 og svo fer hún á púpustig. Þá verður hólfið sem hún er í innsiglað og lirfan þróast í býflugu. Þegar hún er búin að umbreytast undir lokin, skríður hún út úr púpuhólfinu. Næstu 20 daga mun hún þrífa, éta próteinríka fæðu og fóðra lirfur, annast drottninguna og sjá loftræstingu, meðhöndlun fóðurs og vaxvinnslu. Þerna lifir að meðaltali í það bil 6 til 7 vikur, allt eftir hve mikið hún stritar sem sóknarfluga. Drónarnir eða karlflugurnar eru mjög þéttvaxnir, hafa stór augu og þeir eru með mikinn vöðvamassa. Í grundvallaratriðum er þeirra hlutverk að para sig við ófrjóar drottningar á svæðinu. Á þessari mynd sjáum við stærðarmun kynjanna. Drottningin er neðst í vinstra horni, síðan kemur dróni og minnsta býflugan er þerna. Þetta gefur nokkurn veginn hugmynd stærðarhlutföll. Drónarnir fara út og parast við drottningu, deyja þeir þegar æxlunarfæri þeirra slitna af eftir mökun og þeir falla til jarðar. En ef þeim tekst ekki að parast við drottningar í lok tímabils eða þegar fóður er ekki nægt í búinu, þá verða þeir reknir burt af þernunum vegna þess að þeir eru ekki lengur gagnlegir fyrir búið. Drottningin þroskast hraðast og það tekur drónan lengstan tíma að þroskast. Til dæmis tekur drottninguna 16 daga frá eggi þar til hún skríður úr púpu. Það tekur drónan að meðaltali 24 daga frá eggi þar til hann kemur fram. Þetta er dæmi drottningu sem er að umbreytast. Leið og hún er tilbúin, þá mun hún naga í gegnum lokið á hólfinu og koma fram sem fullsköpuð býfluga. Sem býbóndi viltu vita hvernig á að þekkja mismunandi hólf svo þú vitir hvað er að gerast í búinu og hvort það sé heilbrigt. Drapplituðu hólfin sem eru minni eru þernuhólf. Stærri uppþendu hólfin eru drónahólf. Þau eru hærri og venjulega breiðari. Það getur munað 1 millimetra á breidd drónahólfa og þernuhólfa. Öll hólf sem hýsa þernur og dróna eru lárétt. Ef þú sérð hólf sem eru byggðu lóðrétt niður og líta út eins og hnetuskeljar, þá eru það drottningahólf. Það þýðir að búið er annaðhvort að fara að skipta sér eða að það er að búa til nýja drottningu ef sú gamla er ekki lengur til staðar. Býflugur eiga samskipti með lyktarhormónum eins og við nefndum áðan og þær nota einnig dans til að eiga samskipti þegar þær vilja að aðrar býflugur í búinu viti hvar fæðu er að finna utan búsins. Þær nota 2 konar dansa. Það er vaggdans þar sem leið býflugunar liggur eins og talan 8 sem gefur til kynna að fæðan er lengra í burtu en 100 metrar. Svo nota þær hringdans þegar blómgandi plöntur eru mjög nálægt. Meginreglan á bakvið vaggdansinn er sú að þær nota lóðrétta miðhluta áttuformsins sem vísbendingu í hvaða átt fæðu uppsprettan er. Til dæmis, ef býflugan fer beint upp, þýðir það að þær nota sólina sem viðmiðun. Svo ef þær fara beint upp eftir vaxkökunni, þá gefa þær til kynna að fæðan sé beint í átt að sólinni. Ef þær fara niður, þá er fæðan í gagnstæðri átt við sólina. Og á sama hátt, ef þær fara skáhalt, í þessu tilfelli 45 gráðu horn, hægra megin við sólina, þá eru þær að gefa hinum sóknarflugunum til kynna
að fæðu uppsprettan sé í 45 gráðu horni frá sólinni með því að nota býflugnabúið sem viðmiðun. Titringur þeirra og lengd titringsins þegar þær dansa mun hjálpa til við að gefa til kynna hversu langt í blómin. Við komum aðeins inn á kirtla drottningarinnar áðan, en nú skulum við bæta aðeins við og fjalla meira kirtla almennt. Þegar við fjallum kirtla býflugunar þá eru margar mismunandi tegundir kirtla. Þeir hafa áhrif á æxlun og þroska. Allir þessir kirtlar og afurðir þeirra tengjast næringu á einn eða annan hátt. Býflugur hafa í grundvallaratriðum 2 gerðir af kirtlum. Þær hafa það sem við köllum innkirtla og útkirtla. Innkirtlar framleiða hormón sem að losna út í blóðvökva býflugunar. Þeir stjórna aðalega viðkomandi einstaklingi sem framleiðir þau. Afurðir útkirtlana eru meðal annars vax, feromón sem við köllum líka lyktarhormón. Efnahvatar úr innkirtlum eru notaðir við að framleiða drottningarhlaup, þernuhlaup og drónahlaup. Eitur býflugnanna verður til í innkirtli en notast útvortis. Það hafa flestir heyrt talað drottningarhunang. Þetta er mjög einkennileg orðmyndun vegna þess að drottningin framleiðir ekki hunang. Hunang er unnið úr blómasafa sem þernurnar vinna með því að blanda í hann efnahvötum og láta síðan vatn gufa úr þessari blöndu. Það er hunang. Drottningarhlaup er unnið úr frjókornum, hunangi, vatni og ensímum. Fóður sem drottningu, þernum og drónum er gefið er á ensku kallað jelly. Jelly er á íslensku kallað hlaup. Drottningarhlaup, royal jelly, inniheldur 60–70% vatn, 9–18% prótein, 7–8% kolvetni og 3–8% fitu. Auk þess eru vítamín, steinefni og örverueyðandi efni í hlaupinu. Kolvetni geta reyndar verið í hærra hlutfalli á vissum tíma fyrir drottningalirfuna. Þetta var umfjöllun drottningarhlaup, en færri hafa heyrt þernuhlaup og drónahlaup. Fyrstu 3 daga eftir að lirfur klekjast úr eggi fá allar lirfur drottningarhlaup. Alveg sama hvort það eru drottningalirfur, þernulirfur eða drónalirfur. Eftir það fá drottningalirfur drottningarhlaup, þernur fá aðra blöndu sem við köllum þernuhlaup og drónar fá 3. blönduna sem við köllum drónahlaup. Þetta eru allt hlaup sem innihalda mismunandi hlutföll næringarefna og efnahvata. Þessar mismunandi fóðurblöndur hafa áhrif á hvernig líkamar og líffæri býflugnanna þróast. Feromón eða lyktarhormón eru efni sem býflugur nota til að hafa áhrif á aðra meðlimi búsins. Þernurnar nota lyktina til að þekkja drottninguna, finna nærveru hennar og meta gæði hennar. Þær finna hvort hún á að vera áfram í búinu eða hvort á að skipta henni út fyrir nýja drottningu. Drottningin hefur lyktarhormón sem hafa áhrif á hegðun þerna og dróna. Sum lyktarhormón hennar dofna þegar hún eldist og frjósemi hennar minnkar. Lirfur gefa jafnvel lyktarhormón. Ímyndum okkur hvíta lirfu sem liggur í botni varphóls. Hún sendir skilaboð til fósturþernunar með lyktarhormóni. Ég ætla að vera dróni, svo gefðu mér rétta hlaupið. Fósturþernan eða fósturbíið eins og við köllum hana verður að þekkja kynið og geta búið til rétta hlaupið fyrir lirfuna sem þær að fóðra. Vaxkirtlar framleiða vax til að byggja vaxkökur fyrir varpsvæði og til að geyma fæðu. Það þarf að vera örvun sem tengist framleiðslu vax svo að það sé framleitt þegar að búið þarnast þess. Alla þernur þurfa að vita hvenær ákveðnir hlutir þurfa að gerast svo að þær geti sinnt sínu verkefnum. Hjartað í hunánsbýflugu er mjög ólíkt hjarta hryfdýra. Þær hafa það sem er kallað opið blóðrásarkerfi og það eru engar lokaðar æðar. Hjartað dælir blóðvökvanum fram í ósæð og fram í höfuð. Blóðvökvinn, sem á ensku kallast hemolymp, flæðir síðan tilbaka gegnum brjósthol og til kviðarhols í opnu blóðrásarkerfi þar sem vökvinn baðar líffærin. Blóðvökvinn sem flæðir innan skrokksins flytur næringarefni, hormón og úrgangsefni sem koma ekki úr meltingarvegi. Öndun býflugunar fer ekki fram í lungum eins og hjá spendýrum. Hún hefur 10 pör af öndunarópum á hliðum búksins, 3 pör á brjósthluta
og 7 pör á kviði. Þessi öndunarof geta opnast og lokast með vöðvum, þaðan liggja stærri loftpípur. Veggir þeirra eru styrtir með spíralaga kítínhringjum. Þeir halda pípunum opnum svo þær falli ekki saman. Þessar pípur greinast síðan í sífellt fínni loftpípur. Þær liggja beint að frumum og vefjum, flytja súrefni beint inn í frumurnar og fjarlægja koltvísýring út öndunaropin. Kjálkarnir á býflugum ganga til hliðana. Fyrir ofan þá kirtill sem kallaður kjálkakirtill, mandibular gland. Oft talað lirfufóðuskirtla eða undirkokkskirtla, hypopharyngeal glands eins og þeir eru kallaðir á ensku. Þetta eru vafningar sem líta út eins og vínberjaklasar og eru staðsettir aftast í höfðinu og við vélinda. Við aftasta liðskipti á bakinu það sem kallast Nasonov-kirtill eða lyktarkirtillinn. Það eru líka aðrir kirtlar en við ætlum ekki að tala þá alla núna. Að skilja líffræði býflugna mikilvægt að því að sú þekking grunnurinn að því að eignast heilbrigð og sterk býflugnabú. Það væri hægt að búa til marga þætti líffræði býflugna, enda þetta sá hluti býflugnaræktar sem margir býbændur hafa einstakan áhuga á. En ég ætla að setja punktinn við líffræðina hér. Kannski köfum við meira ofan í þetta efni síðar. Takk fyrir að horfa á þetta þátt. Ég minni á bókina sem hægt að hlaða niður á bifluga.es og hvet alla til að taka námskeið hvar og hvenar sem kostur Ég flyt inn býflugur frá Álandseyjum og sel þeim sem geta sýnt fram á að hafa kynnt sér býflugnaræktun.